Já, nei, það ekki svo gott en Sveinbjörn, þessi leikur, hvernig getur þú útskýrt þennan leik? Byrjuðu svona ekki nógu gott, svo komstu kraftur í ykkur í öðru leikur þetta og svo bara slöknar á okkur aftur? Já, akkurat, það það sem gerist. Þú svaraði spurningunni fyrir mig. Tiltölulega fyrir hálfleikur og svona, kaflaskiptur. Síðan bara fyrsti, þeir bara settu tóninn bara eftir 10 sekúndur í seinni hálfleik, bara með að sökkva þrýst og bara héldu áfram og við bara náðum að gera í ekta. Einfalt svarið. Þetta búið erfiður vetur hjá ÍR og þetta var náttúrulega kannski ekki til að hjálpa til þessi svona stórt tap. Hvernig rífum þessu upp úr svona leik? Fyrir að fyrsta ár það búið að vera bara drullu erfiður vetur. Bara massa fallbarátta og þryggilega deild og allt það en hvernig rífum þessu upp? Það 10 dagar næsta leik og það var ekki tíma að laga vel og hittast og fara þessi stöðum ála. Þú meiddist þarna aðeins, varst aðeins frá, er þetta eitthvað alvarlegt? Nei, bara smá bylta, og leikur í farinn og bara maður með, bara mína sögu, sleit síðast krossband 2011, við erum ekkert að rausa þetta neitt, Matthías líka meiddist, hann mikilvægur leikmaður í þessu liði, heldur hann verið mikið frá? Nei, ég hvorki læknir niður sjúkraþjálfari, ég hef ekki hugmyndið en ég meina Matti okkar langbesti maður og hann bara þannig gerður hann verður bara klár í næsta leik og algjör, já, hann bara þannig gerður og ég einhver ágjur öðru. Þannig að það bara ekkert annað en að spilna sig frá botninum fyrir næsta leik? Er það ekki bara eina í stöðunni, það ekki? Hvað 4-5 leikir eftir og 4 leikir held ég og 8 stig í boði. Bikarúrslit leikir bara? Algjörir og bara massív 3 liða barátta á botninum og við höldum okkur uppi, það þannig, við höldum okkur uppi. Við vonum það. Takk fyrir og gangið vel.